Það var ekki eitt stig, ekki frekar ósáttur við það með hvernig leikurinn spilaðist? Jú, ég er gríðarlega ósáttur, við fáum okkur jöfnunarmarkið 10 sekúndur eftir, það get ekki hann að vera svekktur með það. Við virtist svona að vera með tök á leiknum og þetta ósjálfrátt bökkuðum við þarna í seinni hálfleik og fórum að halda þessu en svona heilt yfir þá vantaði smá hérna til lokin en svona er þetta bara og jafntefli niðurstaðan við höfum sætt okkur það. Hvernig fannst það spilamennskan hjá fyrir það? Mér fannst þú góð framan af, við byrjuðum náttúrulega frekar illa, lendum undir en komum strax tilbaka og erum 3-1 yfir eftir hálftíma leik og þar var ég náttúrulega gríðarlega sáttur mínu en ég held áfram að spila, gáðust ekki upp og erum hérna kannski erfiðast útivellinum í deildinni en við heldum áfram að spila og spilum fyrir hálfleiki mjög vel. Mikið að færum hjá báðum en við vorum 3-1 yfir og hefðum átt að halda því en ég vil meina að það hefði verið alveg óbúslega mistök hérna hjá línunum að dæma hotspinn þegar þeir skora annar markið. Það er alveg fáránlega dómur mínum að hann stendur bara 2 metra frá þeim og Bjarni sparkar í leggina á honum aftur og hann dæmi hotspinnu sem þeir skora upp úr en við hefum auðvitað líka gert betur bara að dekka mann en heilt yfir þá var ég náttúrulega bara gríðarlega svekktur að skildur jafna á okkur. Ég held við værum alveg með þetta. Þessi endir á þessum leik, já, það fer allt í háa loftina? Já, það var ekki tengt okkur, ég held að það hefði verið FH og dómararnir, ég sá ekki hvað gerðist og ósáttur held ég upp á tíma, ég hef ekki skiptað með því. Andi sér að Friðriks, 4 yfir Valsmönnum? Já, við vorum rólegir, ég meina við höfum alveg viljað fá meiri upp á tíma, við stóðum búið að jafna okkur og skora sigurmarkið. Við vorum að leika þetta með gólni en ég veit ekki hvað upp á tíma var en heilt yfir var ég bara gríðarlega ósáttur við dómgæsluna í hornspyrnunni í markinu. En við verðum bara að sætta okkur við þetta þegar við gerum sitt besta. En hvernig gekk að mótivera leikmennina fyrir þennan leik? Svona Valsmenn hafa kannski upp á litlu að keppa í deildinni? Já, þú sást það, við vorum 3-1 yfir í hálfleik þannig að menn koma allavega tilbúin til leiks. Ég einbæði bara við mína menn að menn væri að spila fyrir stóra klubb og sigursæðasti klubb á Íslandi og menn eiga bara að mæta stoltir til leiks í hvern einasta leik og reyna að bæta sig og ef þeir hafa ekki það þá var ekki að gera í val.